Við ætlum að ræða Evrópusambandið eins og við höfum verið að gera hérna og hann hérna kominn til mín hann Bjarki Þór Grönfeldt sem annar tveggja stjórnmála sálfræðinga á Íslandi. Við erum með félag. Við Hulda Þórisdóttir. Herðu, ástæðan fyrir ég kalla á þig, þú nú ekkert verið sérstaklega virkur í Evrópuumræðinu eins og margir viðmælandi mínir hafa verið og við höfum haft svona þann hátt á að við tölum bara einn í einu. Svona þannig maður fái svona góða tilfinningu fyrir rökunum og ástæðanum fyrir afstöðu fólks. Eiginlega allir sem koma hingað öðru hvoru megin, þannig hvort já eða nei. En eftir því sem ég talaði við fleiri, þá byrja ég svolítið að klóra mér í hausnum, að ég kannski að tala við mann sem að útskýra fullveldi, að við séum hvað það sé mikilvægt. Og svo getur niðurstaðan verið svo og þess vegna verðum við að ganga inn í Evrópusambandið að það er óþolandi að taka við öllum tilskipunum í EES án þess að hafa neitt það að segja. Eða þá að fólk segir þess vegna eigum við að vera utan Evrópusambandsins að við missum fullveldið. Svo getur við verið að tala efnahagsmál og svona ýmislegt í þeim eða öryggismál og menn eru meira minna að flytja sömu ræðuna. En það ekki fyrir hann að kemur að loka setningunni. Þessu ætla ég að segja já eða þessu ætla ég að segja nei og ég fara að hugsa, það eitthvað sem ræður því á hverju fólk ætlar að segja já eða nei sem að ég næ ekki utanum í umræðinni. Það eitthvað sem að veldur því að þessi ætlar að segja já og þessi ætlar að segja nei og það raunverulega ekkert af rökunum sem verið að leggja fram. Það eitthvað annað sem þarna. Það einhver X-faktor. Sko, þegar þú baðst með að koma í þáttin að ræða þetta viðfangsefni, þá hugsaði ég strax þetta nú fræg saga frá, sem að mér skilst að sé svo að þegar var búið að búa til þjóðaratkvæðagreiðslurnar í Bretland Brexit að þá skrifaði Boris Johnson sem hafði þá ekki gefið upp afstöðu sína í málunni, hann skrifaði 2 ræður, aðra ræðuna með útgöngu og hina ræðuna móti útgöngu og svo valdi hann sér sama ræðan já, ég svo sem hef ekki séð hitt uppkastið en hann valdi sér hlið út úr því hvor ræðan honum fannst meira sannfærandi og restis history eins og þau segja. Sannfærið sjálf á sig? Hann sannfærið sjálf á sig það en nei, það sem voru að lýsa mér finnst að birtast í skoðanakönnunum eins og þjóðarpúls frá Gallup sem sýndi að það væri allt stál í stál og nú hlýtur baráttan hjá þessum hreyfingum að snúast það hver nær svona að hreyfa nálina þessi baramóturinn virðist vera alveg á miðjunni þannig að það og ná myndi halda það og færi hóparnir að reyna að ná kannski fólkinu og myndi breyta einhvern veginn orðræðu sinni en það bara ekki að gera mér finnst báðir snúa raunverulega bara að sínu fólki og messa yfir kornum ég held fyrir það fyrsta við vitum það úr fræðunum að heilt yfir vill fólk vera samkvæmt sjálfu sér fólk vill helst ekki skipta skoðun og þetta kallað markmiðsdrifin hugsun og þetta náttúrulega mál sem hefur verið til umræðu óbúðslega lengi í íslensku samfélagi, þetta ekki nýtt við erum ekki greiðan atkvæðum eitthvað sem fellur af himnum ofan einhver stórkostlega ný hugmynd heldur þetta mál sem búið verið til umræðu svo áratugum skipti og flestir hafa á einhverjum tímapunkti gerir ráð fyrir móta sér einhvern tímann skoðun og það sést allan í þessum Gallup-púls það sem að þeir sem eru örugglega já og örugglega nei, þetta er sama talan 42% og 41%. En það sem að gerir þessa kosningu kannski finnst mér svolítið áhugaverða að þetta er tveggja þrepa kerfi, skilurðu, þetta þar sem að það liggur fyrir að ef þú segir já núna og það verður ofan á, það verður önnur kosning og svo þar þingkosninga líka þannig að það óbúðslega mörg skref eftir og ég var svona að hugsa einhverjar ástæður og eitthvað sem ég geti það eina af rökunum hjá neyjónum svona harðasta neyfólkinu að það að með því að segja já núna þá sogust við inn í Evrópusambandið og þá verður alltaf erfiðar að snúa tilbaka eftir því sem að viðræðurnar fara lengra og einhvern veginn svona eins og við værum svona hægt og bítandi bara dálit, það bara við venjum sér tilhugsunum sem að leiðin í Evrópusambandið og allt í einu þá vex því fylgi að fara inn í Evrópusambandið. Eitt af því sem að skipti máli þegar fólk tekur ákvarðanir að svona heilt yfir þá er áætlað tap það vegur þyngra en áætlaður ávinningur og þetta er þá bara áviðum ákvarðanir almennt þannig að ég myndi halda að það fer svolítið eftir í hvor hliðin vinnur tapið en að geðsalapa hvort töpum meira á því að hefja það ferli eða sem að jáhliðin segir að við eigum að hefja það til þess að komast hjá því að tapa nokkru, skilurðu. Þannig að það er eitt í þessu. Svo er eitt sem ég finnst mjög áhugavert bara þegar maður greinir þessar hliðar eða sem sagt áróðurinn og upplýsingar sem koma frá hvorri hlið er að
mér hefur fundist já-hreyfingin svolítið, hún hefur verið betri í því að höfða svona til beinna hagsmuna fólks. Hún er mikið í því að höfða til vakstana, verðbólgunar og matarkórunar. Á meðan nei-hliðin, ég myndi segja að hún hafi kannski leitt sem meira á gildi og sjálfsmynd. Maður reyndar heyrir ekki mikið talað einhverjar svona þetta er ekki, það fer ekki mikið fyrir stóri umræðu stað Íslands í alþjóðakerfinu eða eitthvað slíkt unni frá hvorugri hlið, en ég held að jáinu hafi tekist að óvart vegna þess að til dæmis maður sé það í umfjöllun evrópskra miðla þetta, að þá telja þau að við séum að gera þetta út af Trump, út af Grænlandi, út af breyttum heimi og við þurfum eiginlega að velja okkur stað. Þannig halda Evrópumenn að við sem að kjósa. Það er bara eiginlega langt frá því að við séum að því. Sko ógn er svona klassískur ytri atburður sem maður getur haft áhrif á skoðun fólks, en ég verð að segja að mér eru ekki fundist að vera fyrir mikið hér. Ég held að fólk sé ekki taka ákvörðun út frá því. Það er þá ekki nema eitthvað stórkvæmst gerast á næstu 10 dögum. Ég meina, fyrir 1,5 ári held ég, tók ég viðtal við Gylfa Zoëga. Hann tók svona afstöðu út af breyttum heimi og ekki út frá hagfræðinni. Hann tók þetta eiginlega út frá svona öryggissjónarmiðum. Það væri betra fyrir okkur að vera inn í skásta liðinu sem að vera að fara að berjast. Einmitt, en svo skiptir líka máli, náttúrulega flestir gefa sig upp, langflestir kjósnur gefa sig upp á einhvern flokk líka og sama sem með honum með ólíkum hætti sem er náttúrulega mjög lítið og aðrir mjög sterkt og fólk leitar. Það kom óvart í könnun sem að sýndi að stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkana, það var 85% já og 15% nei, stuðningsfólks stjórnarandstöðunar 85% nei og 15% já. Þetta er bara mjög hreinar línur. En þetta finnst mér ótrúlega skrítið, þannig að ég myndi telja að þetta veri ekta mál þar sem að við getum verið í sama flokki en haft sikkur að skoðuna Evrópumálum. Já, það kannski fer líka aftur á eðli spurningarinnar, þetta er svolítið þetta er þessu stilt upp sem við verðum að fá að sjá, ég held reyndar já til að sjá sér mjög snallt slagorð sem getur mögulega farið sögubækurna með, er ekki bara best að kjósa Framsókn, mér er svolítið svona svipaður tónn í þessu, en ég sá í tölunum að sá flokk eða stuðningsmenn þess flokk sem er svona í mestu samræmi við landsmeðaltalið eru stuðningsmenn flokks fólksins. Þannig enn og aftur eru þeir kannski raunverulega miðja íslensku stjórnmálum. Já, líka kannski að þeir eru í ríkisstjórninni, þetta hefur ekki verið mál sem að þau hafa viljað. Nei. Þau láti þetta svona yfir sig ganga. Og þess vegna er fóruslan þar að Inga vildi ekki segja hvað hann ætlaði að gera í kjörklefanum þegar það var gengið á hann í Silfrinu. Hljómaði sem ætlaði að segja já, mér fannst það svona, ég myndi freka veið það, myndi segja já. Það var eiginlega sko réttlætt að þú ert að segja að við getum þá séð hvað kemur út úr þessu. Þannig að til þess að geta slegið þetta mál út á borðinu, þá þurfum við fyrst að sjá hvað okkur stendur til boða. Hversu langt Evrópa vil teygja sig til þess að fá okkur inn. En aðrir í fórustunni eru eiginlega í takt við þessa skoðanakönnun sem ég var að segja, og svo til þess að Rósa Björk, hún lýsti yfir að hún ætlaði að segja já vegna þess að skoðanakannanir sýndu að kjósendur VG væru frekar þeim megin. Sem er minnst nú skrítin rök, sérstaklega því að í könnunum þá voru kannski ekki nema 25 eða eitthvað svona sem sögðust alltaf kjósa VG. Þannig að það kannski er ekkert svo marktæk könnun. Já, allan að þú skoða sko breiðu strókurnar þá verður samt sem á þau vera að það sé nú okkur afgerandi hægri vinstri skipting í þessu máli. Þú veist, auðvitað er Viðreisn svona allavega svona uppistöðu til hægriflokkur eða með hægriflokkur en náttúrulega vissulega mjög alþjóðasinnaður. Þannig að ég held að það sé svona ein breyting í viðhorfum fólks á undanförnum árum að þetta gengur ekki eins þvert á ásinn og það gerði áður allavega vera stjórnurnar benda til þess sko. Andstaðan verður meira því lengra til hægrið sem þú ferð og stuðningur því meiri því lengra til vinstri þú ferð. En sem að meikar ekki alveg sens, því að Evrópusambandið er ekki vinstri sinnu stofnun. Nei, alls ekki, en engu að síður, þetta er, ég velti fyrir mig hvort þetta sé hluta af einhverju menningu, sem hafa orðið einhverju svona lífsafstöðu, metropolitan afstöðu, mögulega. Ég nefnt það í vandræðum mínum við að átta mig á því hvað veldur í hvað fólk, þetta er bara kannski hluta af einhverju menningarstríði. Það er bara svona ákveðin tegunda fólki sem vill tengjast Evrópu og finnst það smart að hafa íslenska fánan og Evrópufánan hlið við hlið, finnst það bara hluti af nútímanum, en öðrum finnst það að vera afturför við sem að missa eitthvað sem við ættum að hafa, þannig að
ég fór að velta fyrir mig hvort að það geti bara spilað inn í svona þjóðurnis hyggja og svona menningarstríð. Já, sko, það er eitt í þessu en þegar svona þjóðaratkvæðagreiðslur eru haldnar og þetta er já eða nei svar þá engu og síður sko málið sem að kosið raunverulega miklu flóknara heldur en það sem að sko kjörseðullin hefur upp á að bjóða og ég held að blandist inn afstæða fólks til bara alls konar hluta og við sáum það í Brexit að sko þar var kosið hvort að Bretum þetta fara út úr Evrópusambandinu eða vera áfram en það sem að kosningabaráttan snýrist raunverulega var innflytjendastefna. Þú veist, það er alveg hreinar línur. Það var fólk... Frægasta myndin var af sko Tyrkjum að flæða inn sem ekki svona í Evrópusambandinu. Akkurat. Þannig að það er svo margt sem að blandast þarna inn í og trausti ríkisstjórnarinnar eða stjórnvalda hverju sinni, þú veist, sannarlega og tölurnar sýna það og svo verður bara áhvert að sjá að því að ég kem nú svona úr félagsstæðri sálfræði, það er minn bakgrunnur og fólk byrjar yfirleitt að samsama sig með því liði sem að tekur afstöðu með, jafnvel þó að það sé sko lið sem að ætti svona öllu jafn ekki að skipta neina máli í daglegu lífið þess, en það var áhvert að sjá hvort að jáarar og neyjarar, hvort þetta séu sjálfsmyndir en að gæsalappa sem lifi áfram og hvort að þetta skilji eftir sig einhvern raunverulegan klofning. Hvernig myndirðu lýsa ef þetta er lið, hvernig væri þá svona típiskur jáari og típiskur neyjari? Hvað aðgreinir þetta fólk? Sko, ég held að ég held að sem ég hefur að fara að stilla upp einhverju vegnum meðaltal af því hvað einkennir þessar manneskjur sem að búa til þessar fylkingar. Ég held að hluti af því sé samt sko hluti af því sem að knýr áfram afstöðu fólks er akkurat viðhorfið til hins líka, skilurðu, og maður sér það alveg, þú veist, mér finnst það svolítið áberandi að ég held ég bara aldrei á ævinni sé íslenska fánan nota hann jafn mikið nokkuð staðar og af jáhliðinni líka að því sko sönnabyrðin á þeim þannig að þau leggja mikið á sig til þess að sýna fram á að þau séu sannarlega jafn þjóðhóll og ef ekki þjóðhóllari heldur en hinhliðin. Að vera sannur Íslendingur að vera alþjóðu sinni. Og svo geti hinhliðin sagt hitt, sko. Já. En getur þetta ekki verið þetta sé svona djúpt í sálinni að sumir vilja gera hlutina sjálfur og það verður allt best ef ég færi á það. En aðrir hafa trú á því að það sé best að ég geri það í kompaníi við aðra. Að þá get ég stækka því meira sem ég í samskiptum við aðra því stærri verði. Þetta svona... Jú, og sko, náttúrulega öll okkar stjórnmál í dag snúast þjóðernishyggju sem ég veist nú reyndar alltaf svolítið erfið þýðing og nationalism. Þjóðarhyggja er eiginlega betri, nákvæmari þýðing á því og þjóðhyggja og þetta snýr og öll okkar stjórnmál snúa að svo miklu leyti til það hvernig við fótum okkur innan þjóðar eða þjóðhyggjunar. Og snýst allt það hvernig verðum við besta útgáfuna af þeirri þjóð sem við tilheyrum. Já, ég man að ég sagði það einhvern tímann aldamótin þá þegar samfylkingin var að verða til og sem að hafði þá inngöngu í Evrópusambandið sem svona sitt stóra mál, það var þannig. Þá sagði ég við þá sem voru harðastir í því að þið munu aldrei vinna þetta. Þess að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þegar þið hlaupiðin á völlinni í bláu búningunum með stjörnurnar á bringunni að þá þið geti ekki unnið á þessum velli. Til þess að geta unnið eitthvað mál þá þarftu eiginlega að matreiða það til þess að það virki út frá svona þjóðernislegum hugmyndum. Það er það og eins og þú ert að vísi á þann, þú veist, auðvitað eru vissar manngerðir sem eru svona almennt séð opnari fyrir umheiminum og almennt séð lokaðar fyrir umheiminum. Ég er alltaf hvort það væri bara reynsla af samskiptum við fólk. Ég finna sumir hafa kannski bara góða reynsla að vinna í félagi, en aðrir finnast þeir alltaf vera að tapa ef þeir þurfa að deila ákvörðum sínum með öðrum. Sumir vilja búa í einbýlishúsum, aðrir bara truflar ekki að vera í blokkum sem er verið bara að ærast að þau búi í blokk. Sko það er ein svona sálfræðileg þörf sem að ég myndi halda að geti tengst þessu mjög sterkt og það er það sem er kallað þörfum fyrir lokun sem er svona þörf fyrir vissu og hlutinni séu sko bara á hreinu og það sem er áhugavert er að sko yfirleitt væri þá fólk sem er þá hátt með sterka þörf fyrir lokun eða fullvissu myndi að ég til frekar vilja taka þátt í minna alþjóðasamstarfi að halda hlutunum hérna heima en það sem er svo áhugavert er að og ég held að sé svolítið sniðugt í áhrifingun er að hún spilar inn á þetta með því að segja ef þú segir nei þá fáum við aldrei að vita
skilur þú veist, við getum mögulega verið að þú veist, og þau gera það mjög viljandi held ég að halda spurningunni þá opinni, að ef þú segir nei þá fær aldrei svar við spurningunni og það getur virkað á fólk sem almennt séð kannski frekar íhaldsamt og með svona þessa þörf fyrir lokun og skýr svör, þannig að mögulega hreyfir það nálun eitthvað, því þetta ekki. Maður myndi ætla, ef maður ítir þessu með heimavöllin til hliðar, þá myndi maður ætla þegar að fyrir að líða kosningum að þá hafi já meiri möguleika á kannski fólkinu. Af því að já núna kemst næst í að vera kannski, vegna sem ég get sagt nei næst. Og ég hef svo komið menn hingað inn sem að hafa alltaf að segja já, en eru svona jafnvel frekar á því þeir munu segja nei eða verður borið upp svona miðað við þann samning sem að þeir telja að vera líklega. Já, ég meina, já-hliðin hefur náttúrulega lagt mikið upp úr því að gera það raunverulegri afstöðu, skilurðu, að það sé fullkomlega gild afstaða að segja já núna og svo nei seinna. Líka til þess að fá þetta mál út á dagskrá. Já, það er líka það. Þú færð það ekki út á dagskrá ef við vitum ekki hvaða kosti við berum. Nefnilega. Það verður ekki þannig að ef það verður sagt nei að þá séu 10 ár þar sem enginn mun tala Evrópusambandið. Það verður ekki þannig held ég. Nei, en mögulega getur þið fært rök fyrir því að ef að samningurinn verður kláraður og þá sértu komið svar fyrir lífstíð, eða allavega kannski halva lífstíð. Herðu, þú sagðir áðan að hljóma þú værir að segja að fólk tæki ákvörðun út frá það liggur við að segja svona neikvæðum ástæðum að Adam Curtis sem að gerir heimildarmyndir fyrir BBC, hann orðaði þetta þannig að fyrir 1980 þá seldu stjórnmálin vonum betra samfélag, en eftir 1980 hafa stjórnmálin selt okkur það að verja okkur fyrir einhverju ógn. Það getur verið innflytjendur og það getur verið verðbólgan eða það getur verið eitthvað. Og það kom bara í ljós að það verður miklu öflugra í stjórnmálabaráttu að selja þessa vörn gegn ykkur ógn. Og sumuleyti þá þessi barátta finnst mér vera meira á þeim. Það er ykkur ógn sem að fara inn í Evrópusambandið og á mótið kemur þá svona ógn ef við förum það ekki. Þannig það eiginlega enginn að selja mér það að hvernig við getum búið til stórkostlegt samfélag á Íslandi. Og sumuleyti þá hefur stjórnmáli meira og minna verið á þessum slóðum og til dæmis fyrirferð umræðunar verðbólguna eiginlega gaggalega gús Þú veist, einhver 5% verðbólga ekki það stórt vandamál að allstað það sem stjórnmálum komið saman að þá sé það að tala baráttunum við verðbólguna. Já, en svo er náttúrulega bara ólíkt á milli samfélag hver eru stóru málin og hún bara óneitanlega mjög fyrirferð mikið mál í okkar bara samfélagsumræðu. Já. Þannig að ég held að séu allavega hluta af þessu, sérstaklega kannski fólkinu sem muni byggja sína ákvörðun á svona þessum grjóturðu hagsmunum. Það er mjög áhugavert að heilt yfir tekur fólk sínar ákvarðanir út frá gildum á sjálfsmynd og fólk vill heilt yfir taka bara góðar og réttar ákvarðanir og það helst í þegar kemur einhverjum málum það sem að sérhagsmunirnir eru mjög skýrir. Það eru gamla rannsóknir frá Bandaríkjunum, kosningarannsóknir sína fram á það að bara heilt yfir taki fólk þessa svona yfirveguðu afstöðu byggt á gildum, en svo þegar einhagsmunirnir eru mjög skýrir eins og til mér þegar var verið að setja reykingabann á sínum tíma, að þá voru reikningamenn á móti því að það fór beint gegn þeirra hagsmunum. Og það sem er svolítið áhugavert, Sjálfstæðisflokkurinn hefur til dæmis verið mjög sniðugur í sínum kosningabáráttum að nota slagorðið lækkum skatta, af því að það hvoru tveggja talar beint til hagsmuna einstaklingsins og líka ákveðið gildi í sjálfum sér. Og þess vegna er svolítið áhugavert að því að Sjálfstæðismennir það nú fleiri þeir hafa hópast í neyhreyfinguna og þetta er svona þeirra sterkasta held í áráðis og sem hefur svolítið mistað á höndunum í þessari kosningabaráttu. Þessa svona sterku tengingu við eigin hagsmuni einstaklingsins og þeir eru meira þú veist, þegar það verið að tala hagsmuni, framleiðslugreinin og slíkt sem er kannski fjarlægara hinum almenna borgara og mun ekki kannski það er allavega það fjarlægt viðkomandi, hann telur það ekki endilega með þegar hann býr til þetta hagsmunamati á hvað maður kallar það, þó ég heldur reyndar að enginn reiknir sína ákvörðun út með reiknivél, en engu síður ég held að jáhliðin er bara með sterkari vopn í hendi til að tala svona beint til þessar hagsmuna. Það lækkar vextina þína, það lækkar matarkorfuna, en nei, fólki á svolítið erfiðleikum með svarað og þeir svara með því að það bara verður þá meira atvinnuleysi. Já, og svo talaðum það eru lægri laun víðast í Evrópu miðað við hér, þannig þú verður bara lægri launum og borgar lægri vexti
og það, þú veit, engu betur settur. Það er ekki, þetta er svarið þeirra. Þau gerðu tilraun náttúrulega með þessari auglýsingu 50 milljarðana til ESB. Já, sem náttúrulega kópering af Brexit. Það viktaði mjög þungt þar sem að við gætum nota peningana sem við sittum í Evrópusambandið og byggt upp heilbrigðisþjónustu. Já, það virkaði því tilviki, en maður svo sem veit ekki hvernig þetta fer hér. Nei, ég sá þess að 50 milljarða í síðustu viku, ég hef ekki séð það svo mikið eftir það. Þannig að menn eru líklega að þreifa sér svona áfram. Er þetta með, er það þannig að neikvæð framsetning, að ég ætla að bjarga þið frá ykkur, að hún skilir meiri árangri heldur en ég ætla að við getum byggt upp stórkvöldið samfélag, Bjarki? Sko, ég myndi ekki orða endilega þannig að neikvæð framsetning sé það sem að virki betur, en ég held að svona ef við tökum allan að þessi fræðum decision making, hvernig fólk kemst að ákvörðunum, þá er það þetta væntatap sem vegu meira en væntur ávinningur. Og það er svolítið spurning hvora hliðinni tekst að sannfæra sitt fólk betur hvorum megin tapið er meira. Og það er þá sett fram á... Það er auðvitað fyrir nei fólkið að benda á tapið. Já, það er það. En já, fólki á í vandræðum með að benda á ávinningi. Ég sá að einhver var búin að reikna sig upp í að þetta væri 800 til 1000 milljarðar á ári sem var ávinningurinn. Sem var ávinningurinn, já. Menn mistu sér bara út í einhverja og það líka eftir að koma, og meiri sér að það get ekki svarað því þegar þið fá 50 milljarðana, þá koma það að segja ávinningur á móti. Þetta er eins og að tala ég var nú einhver að leika sér að þessu, að segja að kostnaðurinn við að veiða fisk væri 120 milljarðar á ári, við getum bara að spara það, af því að þá er ekki tekið með hagurinn sem við höfum að því að veiða fiskinn. Þannig að það var kvart yfir því, en menn eiga erfiðleikum með að segja hver er raunverulegur ávinningur. Og það getur verið vegna þess að menn treysta sig bara ekki með það. Ef ég kem með ykkur rök fyrir því að ávinningur sé þessi og þessi og þessi, þá er kannski svo auðvitað að skjóta það niður. Bæði með rökum, en líka kannski sem þú ert að segja að þessi væntur ávinningur, hann er alltaf svo óljós. Já, hann er það. Og fólk tengir svo illa við hann, þannig að raunverulega er hægt að láta hann hverfa bara. Já, nema náttúrulega þessu umræðið verðbólgu og vexti, og það var náttúrulega vaxta ákvörðun í dag. Og hvað árið heldur hún hafi? Sko, ég held að hún ýti fleirum úr kannski yfir já, ég myndi halda það. Þetta er bara tímasetningin er líka slík. Þannig ég held að þetta verður ennþá ferst í hugum fólk, sko. Ég er ekkert vissum að þessi tiltekni vaxta ákvörðunadagur verði eitthvað sérstætt minni í hugum fólk setja mánuði, 2 mánuði, en það eru bara 10 dagar í kosningarnar. Ég sagði frá því áðan að þegar ég var að labba út á stoppistöð á Hverfisgötunni, þá var maður sem kom á móti mér og sagði svona Gunnar, til hamingju með vaxtaákvörðunina, eitthvað svona. Þá var þetta svona Íslendingur sem var alveg búinn að fá nóg að þessu. Bugast á þessu, já. Þannig að ég hugsa að við komið slík áhrif, þannig að þessi vaxtaákvörðun kannski ein og sér viktar ekki, en hún er eiginlega sönnunin að við munum aldrei losna út úr þessu helvíti. Er það ekki? En þú nefndir áðan með hvernig stjórnvöld standa sig, þjóðaratkvæðagreiðslur geta snúist það. Það snúist ekki spurninguna sem er á, heldur hver lagði hana fram. Og það er ríkisstjórnin sem lagði þetta fram, sem augljóslega er ekki að ná tökum á efnahagslífinu og meðal annars er hækkun Seðlabankans merki það. Akkur ættum við að treysta þessu fólki til þess að sækja í Evrópusambandinu. Þannig að hinum megin allavega þeir sem eru nærri í kannskinu, að ég meðist að þetta geti alveg dottið yfir í negið svona þeim forstum að þetta er fólki sem við ætlum að senda til þess að semja við Evrópusambandið. Ég sammála því, en það vill nú samt þannig til að ríkisstjórnin er ennþá mjög vinsæl, einhverju síður, þrátt fyrir allt þetta, en hvort að þessi tíðindi í þessari viku hafi sérstök áhrif á það, veit ég ekki, en það er alveg rétt að því ég held að þetta sé nokkuð nátengt, af því að auðvitað þegar ríkisstjórnin er að leggja fram þessa spurningu, þá er þetta hennar mál. Þú veist, það liggur alveg fyrir og þess vegna held ég að margir er erfitt með þetta. Já, en hún leggur þetta fram til þess að fá svar við hvort að við eigum að sækjum. Út frá vaxta ákvörðuninni, að þá gæti ríkisstjórnin komið fram og sagt sem svo að Íslendingar hafa verið að reyna að ná tökum á efnahagsmálum áratugum saman og ekki gengið. Og það er okkar afstaða að besta leiðin til þess að ná tökum á vöxtunum er að ganga inn í Evrópusambandið og taka upp evru. Gallinn er sá að ríkisstjórnin er ekki sammála um það. Það er Flokkur fólksins hefur ekki, þannig að hún getur ekki komið fram
og lagt það eiginlega fyrir kjósendur að þessi spurning, hún lögð fram út af vaxta ákvörðun Seðlabankans eða þú veist, þessar stöðu sem við erum í með krónuna í verðtryggða krónu og eins og Guðni T. ára að benda á, það er hryllilegt að skulda krónu, það er frábært að eiga hana, þessar verðtryggðu krónur. Þannig að sömuleiðis ríkisstjórnin einhvern veginn með hendur bundnar fyrir aftan bak, hún getur ekki lagt það fram að það að sækja í Evrópusambandinu sé hluti af efnahagsstefnunni. Þannig að það er ekki samkomulag og það er ekki þingmeirihluti fyrir því. Nei, en engu að síður þá held ég að tilgangur með þessari atkvæðagreiðslu er að gefa ríkisstjórninni umboð til þess að fara í þessa samninga og ég held að það sé að mörgu hluti skynsamleg leið fyrir þau, sko. Þú veist, þetta gefur þeim bakkup því það er náttúrulega, sko, Samfylkingin með 15 þingmenn, Viðreisn með sína 11 og Flokkur fólksins held ég með 10, þau vega minna í í þessu samstarfi og það er mjög mikill ásetningur hjá hinum flokkunum, allavega sérstaklega Viðreisn og Samfylkingunni svona, þú veist, allavega Samfylkingunni, nema helst Kristrún er eiginlega mjög utarlega í Samfylkingunni í þessu máli. En venjulegir samfylkingakjósendur eru mjög hlyntir Evrópu. En allavega þannig að sko meirihluta ríkisstjórnarinnar er held í full alvara með þessu og Flokkur fólksins hefur sagt að þau muni styðja þessa vegferð að verið samþykkt að fara í hana, en það verður bara mjög fróðlegt hvað séu fylgjast með. Já, ég held að það hafi líka haft áhrif á Flokk fólksins að sjá að það er svona skiptist, það er stór hluti kjósandana þeirra sem að vilja ætla að segja já og eru svona hlynntari því að skoða Evrópu, heldur en kannski forystaflokksins hefur verið hingað til. Þannig að ég geti vel trúað því að Flokkur fólksins væri svona við það að fara að skipta skoðun. Já, og náttúrulega fylgir hefur minnkað og ég gerir það fyrir því að það hafi farið Sjálfstæðisflokkin og miðflokkin, kannski miðflokkin helst. Þannig að kjósendahópurinn þeirra hefur sennilega breyst líka talsvert. Já, ég spurði Ragnar Þór hvort það veldi koma að tala um Evrópu. Hann afþakkaði það. Af því mig grunar það að hann sé svona frekar jámaður. Ég held að það sé raunverulega þannig að það sé stór hluti af flokki fólksins sem er að verða jáfólki og það verði svona þrýstingur á flokkinum að endurskoða afstöðu sína. En þau hafa ekki mikið verið að signalera til kjósenda sinna engu síður, það er svona helst bara tilneitt á meðan það línutnar hjá hinum flokkunum hafa verið mun skýrari. Já, og þó hafi ekki farið eins hátt í Samfylkingunni þá veit ég að það hafa verið sendur út póstar og það er einhver kosningabaráttu í gangi. Já. Hvernig heldur þetta að fari? Það er, ég held að bara það sem kemur fram í þessum þjóðapúlsi að það standist að það sé raun ómögulegt að segja til það því að þetta er svo jaft, það er ekki margtökum munur en ég bara svona í ljósi sögunar þá er það náttúrulega aðrir flokkar en standa þessari kosningu sem eru með bestu maskinutnar að koma sínu fólk á kjörstað, þannig að það getur spilað eitthvað inn í. Best að reka útringiver og eru byrjað að nota. Og þegar þetta er svona í óðbáslega jaft þá mun það telja. Það er sá vinnur sem að nær sínu fólki á kjörstað. Já, það hefur alltaf verið Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem hafa verið góðir í því. Samfylkingin hefur verið afleitið í og Viðreisn. Og Píratarnir eru náttúrulega líka og fleira. Þessum flokkarnir sem eru svona cirka þarna megin hafa yfirleitt ekki náð út úr kjörkossunum þar sem að kannanir. Sem að náttúrulega útskýrir það sem að gerist svo iðulega er að þessi flokkar þeir fá alltaf svona þessi auka prósent sem þarf til þess að ná einum mannifleginu þegar maður spáð sko í kosningum. Þannig ég held að það geti skipt máli. Skipulag. Svo þegar við líða kosningu þá, í sömu kosningu þá er bara eitthvað svona sveifla í gangi. Forsetakosningarnar með Höllu, bara umtalsverð sveifla sko. Stemning. Já, stemming og ég hef sagt það hérna því ég get ekki spáð þetta. Það líka er það bara þannig að umræðu vettvangurinn er einhvern veginn þannig að hann er svo tvístraður að ég hef enga sans fyrir þessu. Og svo sé ég bara inn á Facebook og eitthvað segja ég hef bara ekki hitt neitt sem allra segja já og svo kemur eitthvað sem hefur ekki hitt neitt sem allra segja nei, þannig einhver leiti þá er ekkert samtal í gangi sem að hjálpar menni að fá svona eitthvað svona sans. Þannig ég get ekki svona túlkað skoðanakannanir og er eiginlega, en ég hef sagt að það mun eitthvað gerast, getur verið vaxtaákvörðunin, getur verið eitthvað sem á eftir að gerast fram að kosningunum, sem að veldur einhverju sveiflu, þannig að kannski fólkið sem er að bíða eftir að taka ákvörðun, er kannski ekki að bíða eftir að taka ákvörðun út frá einhverjum megin hagsmunum og einhverju slíku, heldur það ætla bara að vera með vinningsliðinu. Já, er ekki bara best að sækjum? Já.
ekki bara best að gleyma þessu? Já. Það verður eitthvað þannig stemming. Þetta náttúrulega mjög óhefbundin kosningabarátta og við Íslendingar erum kannski ekki alveg vön þessu formi. Þú veist, þegar þeir ekki flokkarnir á baku þetta og þetta svona að miklu leiti þvers á krussun af því þú nefndi Facebook, það langaði mig aðeins að koma inn á það að það ekkert mjög langt síðan að Facebook-algoritminn breytist og ég veit ekki hvort þú tekið eftir en maður farin að sjá miklu meira af svona efni sem greinilega því á að vera polariserandi frá fólki sem maður þekkir ekki á fítinu. Endalaust af einhverjum svona gervigrindar skrýpamyndum. Og þannig að þetta kemur beint ofan í þessa kosningabaráttu. Þannig að þetta nú reyndar kannski ekki búið að vera eins alvarlegt og ég kannski óttaðist en engu og síður, þetta er hatrammara heldur en allan að mínu upplifun hefur verið svona í gegnum tíðina þegar hafa verið kosningar á Facebook sérstaklega sem náttúrulega sá miðill sem Íslendingar nota langmest engu og síður þannig að mér hefur fundist Facebook alveg einstaklega vondur staðar að vera á undanfarna 2-3 mánuði. Já, það munur á umræðinu þar heldur en kannski eins og þetta helst bara við rauðaborðið og við höfum aldrei lent inn í vandræðum með fólk og ég hef spurt fólk hvort að til þess að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að það væri þetta væri kljúfa þjóðina í herða niður og fjölskyldur geta ekki hist og ég hef spurt fólk í hvað hún að vísa? Er hún að vísa ykkur raunveruleika eða er hún bara að taka upp eitthvað svona óm frá Bandaríkjunum sem er samfélag sem sannarlega er lent í þessu vanda að það er ekki hægt að halda Thanksgiving lengur. Mögulega er það út af samskiptum sem fara fram þá á milli fólks á netinu og það getur ekki hýst í raunheimum. Já, vegna þess að það er ég að tala við fólk í raunheimum að þá var enginn í vandræðum með þetta. Einir sem sagðist það var hleypt upp matarabóði var að hann sagði ég held að skipta engu máli hver niðurstaðan verður. Þá fékk að bæði jáarann og neyjarann dýróða á móti sér. Já, og það er náttúrulega þessar grúppur á Facebook sem eru vestar. Það eru svona algoritminn þar gengur út á bara sem mest kaos og mesta reiði. Því það býr til traffíkina. Já, það býr til engagement á vondri íslensku. En það ræðist á kannski fólkinu. Já. Eitt sem að ég sagt er að komið svolítið óvart að til dæmis kannski ég að fylg frekar nei fólkið, að þeir sem að stýra þeirri kosningabaráttu, að þeir skipti ekki aðeins takt í kosningabaráttunni til þess að höfða til kannski fólksins. Mér finnst þeir ennþá vera svona eins og staksteinar eru hafðir til þess að herða sjálfstæðismenn í því að styðja sjálfstæðisflokkinn. Þannig að það á eiginlega enginn annar að lesa þetta. Þannig að þú ert bara að auka trygglindi þinna tryggustu félagsmanna og fá þau til að mæta á kjörstað. Kannski er staðan svo að þeir sem að stýra þessu kosningabaráttum líta svo á að baráttan snúist það. Hver nær sínu fólki á kjörstað. Og þú talar öðruvísi til þess að fá það til þess að mæta á kjörstað. Heldur þú væri að tala ef þú ætlar að fá kannski fólki til þess að detta yfir til því. Þannig að ég heyri eiginlega, ég myndi halda að þá kæmi svona mildari afstaða, svona heilt yfir að þá er náttúrulega ýmsir kostar og gallar við hvað sem er en svona þegar maður leggur þetta saman að þá ættur að vera hérna megin. En það er nú samt sem er svolítið áhugavert við þessa kosningabaráttu að talsmenn já til að sjá hafa verið mjög mikið kannski fólk allan í þeim viðtölum sem ég hef hlustað og þeim kapparinn sem ég hef hlustað og þau segja að ég er ekkert viss með vilja endilega gangi Evrópusambandsins en ég vil bara sjá samning og þetta er náttúrulega Já, fólki snúið að kannskinu. Já. Mögulega, en væntanlega hefur áfram Ísland verið stofnað til þess að höfða akkurat til þess sem þú varst að segja að ná yfir kannski fólkinu að það væri meira möguleika því að þau getur það en heimsýn. Ja, þau töldu að heimsýn væri of þröng að þau myndu loka hópnum inni kannski í max bara 30%. Þess vegna fóru svona reyndir kosningasmalar og bjuggu til áfram Ísland og fengu Ólaf Ragnar til þess að leiða það sem kemur nú svona einhver staðar frá. Ég veit ekki teljan komið vinstra megin frá eða ekki. En kynslóðaskipti? Já, ég var undir að skoða, þegar ég var undirbúin fyrir þetta viðtal, þá var ég að skoða þjóðarpúlsinn og ætlaði að skoða aldursdreifinguna, hún er ekki birt þarna. En maður er samt búin að heyra svona alls konar í einhverjum könnunum, þá er einhver svona eitthvað ulaga minnstur að yngstu og elstu eru mest fylgjandi já. Ég var maskinukonun í að trúða henni. Já, ég held að þarna sé svona sama kynslóðabili í þessu máli og við sjáum mörgum öðrum málum að það sé svona smá splitt þarna og það sé fleiri já, yngra megin og svo nei. En unga fólki mætir vera á kjörstað. Já. Og ef við tökum það saman, unga fólki mætir vera á kjörstað, það er tap fyrir jáið. Hvatinn til að mæta á kjörstað, hann er meiri nei megin. Af því að kannski hleypur enginn á milli hverfa til þess að segja kannski. Einmitt.
Þannig að jáið þyrfti helst að hafa svona 55-56% í könnun í 50 daginn í næstu viku til þess að maður geti spáð að já, þeir náðu þessu. Jú, til að vera viss. Og þú varst líka sko, að tala þú nefndir áðan líka kosningamaskinuna sem eru bestu maskinunar eru Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sem ætla að keyra á neginu. Hinn eru miklu lakari. Já, einmitt. Ég held að þessir svona sem má kalla svona stofnunarbundin þættir vinni með neginu frekar en jáinu. Já. Þannig að það verður líklega sett nei. Veit ekki. Eins og staðan er núna. Eins og staðan er núna. Eftir að koma ykkur af sveiflur. Já, og þú veist, við erum alltaf bara að spá og spá og spekula út frá þessum tölum sem eru unni síðan. Já, mér finnst merkilegt að þetta sé svona, óðbáslega jaft. Maður hefði jafnvel gert ráð fyrir því að önnur hliðin myndi einhvern veginn vinna umræðan. Ég veit ekki, kannski var það bara einhver óskikja, sko. Að er það einhver sem að myndi ná að vinna rökræðuna. Það hefur alls ekki gerst. Já, það er bara ef að einhver skorar vel, þá nefnir bara hinn hópurinn það ekkert. Já. Það vilt að vera þannig. Þess vegna eru hópandi bara meira og minna að flagga einhverju sko góðu úr sínu umræðu og ignora bara hitt. Já. Það var á tímabili reyndar svona í upphafi fyrir svona 2-3 vikum og þá var verið að elta eitthvað svona rángindi sem það var verið að segja. Afskaplega leiðigjarnt sko þegar það er sko. En nei, þetta er náttúrulega bara... En hún hefur skánað umræðan, finnst mér samt. Já, samanlega. Fyrst var það þannig að það voru bara harði neyjarar að berja harða jáara í hausinn og öfugt, sem er eiginlega bara leiðilegast umræða sem hægt er að bjóða upp á. Því að, þú veist, hún er tilgangslaus. Já. Þess vegna er það eins og við myndist á áðan spurning hvort að hver særindin verða eftir þetta, maður veit það ekki því að þau getur náttúrulega orðið nokkur og það sem allan að mér finnst mig áhugavert og verið áhugavert að fylgjast með er hvort að þessi skipting haldi áfram, hvort að máli degi eða hvort að jáarar og neyjarar sem eru hugtök sem ég held að sé nú, ég veit ekki hvort það er að finna þau í íslenskri orðabók, sennilega ekki, en hvort að þessi hugtök lifi áfram, að þetta er svolítið fessi í þessi jáarar og neyjarar og hvort að þetta er svona leavers og remainers eins og í Bretlandi það skiptir ennþá máli þeir eru með öllum könnunum að það verður ennþá að spyrja því hvernig skiptist hópur jáara og neyjara milli flokkana og í afstöðuna til Brexit og það þannig að það væri kannski en mér finnst þetta kannaninn að vera litlar ég hefði viljað fá bara könnun núna í kvöld það hvort að vaxtaákvörðun hafi áhrif á afstöðu þína til spurningarinnar þannig mér finnst það ekki vera það er ekki svona þykkar kannanir sem við höfum séð. Nei, það kom mér óvart í sumar hvað það hafi verið tiltölulega fáar skoðanakannanir en mögulega hefur það samt haft í ákvæða áhrif umræðuna því að allavega í kosningabaráttunum til Alþingis svo snýst umræðan svo oft skoðanakannanir sem manni finnst ekki endilega vera gott heldur. Nei, ég held reyndar að það er ekki hætt þessu að byrja hringin á því að kynna nýja skoðanakönnun hann í loka og ganga svo línuna og fólk var að tjá sig skoðanakönnun, ég held þessu hættir þessu. Af því að ég held að rannu fyrir þeim að þetta er ekki gott efni. Að hlusta á stjórnmálamenn túlka skoðanakönnur. Nei. En stjórnmálafræðin er fræðigrinn sem getur sjaldnast veitt mjög skýr svör, þannig ég held að eina sem sé hægt að segja sé að þetta sé hnífjaft. Já, það virðist svo vera að sumir alltaf segja já og sumir alltaf segja nei. Já, það myndu einhverju kollega minni segja. Það er búið að vera að stríða svolítið á því að segja sjálfsagða. Já. Annarkvort mun fylgi flokksins aukast eða minnka eða jafnvel standi í stað. Já. Herðu Bjarki, gaman að fá þig að tala voru ekki að tala umræðuna? Já, viðhorf. Hvernig fólk mótar viðhorf sín. Já, og ég held að við getum kannski haldið því áfram að reyna átt okkur á því hver eru einkenni jáaranna og neyjaranna. Hvað er þetta? Því að ég held að miðað við kannski stjórnmálin í kringum okkur, að þá eru fleiri og fleiri mál sem eru að detti í þessa farvegi. Ég hef svo getur hent útlendingamálum og það falli ekki alveg eins en mjög nærri og það er mörg svona mál sem að eru að detta þannig þetta er eiginlega spurningum einhverja svona lífsafstöðu og einhverja spurningur svona trú á því hvernig er best að hafa framtíðina það gert í félagi með öðrum eða verður við að hafa kontról á því sjálf. Já, og tilhneigingu til að skipta mál upp í 2 hluta líka sem er varasamt á mínum dómi allavega iðurlega. Svo að bjóða í umræðinu bara upp á 2 kosti. Já, við erum með óþolka hvað því hérna í samstöðinni, að sömuleyti samstöðin
búin til þess að geta haft svona breiðara samtal þannig að áhorfendur og áhorfendur geta komið hingað og velt fyrir sér sko stöðu málana áður en að kemur að því að við setjum uppi bara með 2 valkosti. Því ég held að sé mjög andlýðræðislegt í allri umræðu að bjóða almenningi bara upp á 2 kosti eins og sé ykkur aðrir sem að ákveða hverju kostinir eru. Við eigum að koma miklu fyrr að málunum og velta því fyrir okkur kostum og göllum og öðru slíku. Þannig það er ekki að við sem eins og neytendur og við eigum alltaf bara að velja já eða nei. En að því sögðu þá verður þetta vonandi bara góð svona æfing í lýðræðinu fyrir þjóðina að taka það er ekki oft sem að svona kosning fer fram. Þetta er dæmi beint lýðræði sem er ekki mjög mikið notað. Og við hefum ekki góða reynslu að þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrána. Þar var kaus meirihlutinn með nýrri stjórnarskrá en Alþingi bara gaf ekkert út á það. Þessi er náttúrulega sama eðlis og hún er ráðgefandi. Já. Og þannig að það er eiginlega hver viðbrögðin verða við niðurstunni sem að mun reyna á lýðræðið okkar. Ekki bara það hversu margir mæta á kjörstað. Ég held að það verði ágætis kjörsókn. Já, ég held það líka. Mér sýnist líka tölurnar sem hafa komið frá komur utan kjörfundur atkvæðagreiðslunni. Benda til þess. Herru, Berki, gaman að hafa þetta. Takk. En við ætlum að halda áfram við rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og lífið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is